Að sunnan í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Gæðavottaðir steinrimlar, bása milligerðir fyrir kýr, kvíur og kálfa, skágrindur, milligerðindur og festingar. Landstólpi.is. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan og eftir smá stund kemur í ljós hvert förin heitið í þessum þætti, hvert hún Bettina fer með okkur. Bettina Wunsch býr í Þykkvabænum sem einn af viðkomustöðum okkar í dag. Annar slíkur heilsustofnun í Hveragerði og í Vestmannaeyjum kynnumst við nýsköpun og alþjóðlegu frumkvöðlanámi við FabLab. Við heimsækjum líka hjónin Karl Hallgrímsson og Gretu Gísladóttur á Flúðum en byrjum á því að halda okkur á þjóðvegi 275. Þetta var eiginlega, fyrst til að byrja með var það að ég gat ekkert fara á bak lengur. Þá bara byrja að vinna með hestunum frá jörðinni, var búin að fá mig léttukerru, byrja á því, svo bara þróaðist þetta áfram. En þarf ekki að þjálfa þá sérstaklega til þess að taka þessi svona verkefni? Jú. Þeir þurfa náttúrulega að vera ekki hræddir við það sem að koma á eftir þeim. Þetta náttúrulega flotta dýr og þeir eru vanir að hlaupa í burtu ef eitthvað kemur á eftir þeim sem þeir veit ekki hvað er. Svona þeir þurfa að læra þetta skref fyrir skref. Því ég get að taka bara reiðhestinn og setja hann fyrir vagnin og held að hann myndi gera það. Það virkar ekki. Sko ef þú situr á baki þá ertu með þyngdina, þú ert með lappirnar, þú ert með mikið meira hestin í hendinni heldur en þú ert með fyrir vagnin. Hérna hef ég taumana og röddin. Annað hef ég ekki. Svona þeir verða að treysta mér og ég verð að treysta hestunum. Þannig að það byggir mikið upp á það að treysti verða vel lagi. En hvernig hefur þessu uppáteki verið tekið? Bara mjög vel. Þetta var náttúrulega bara plana fyrir sjálfa mig, sko. Já, þú ætlaði bara að vera rúkað með einum sveitina. Þetta bara virkaði ekki. Ég átti hann í viku, vagnin var í viku þá var búin að ringja í mig út af giftingu. En þetta náttúrulega alveg óskaplega rómantískt, þannig að það kannski ekkert skrítið þá að fólki detti í huga að reyna að fá þig í brúðkaup. Jú, það líka, ég ekkert fann að auglýsa neitt, af því ég líka ekki komin, ég á eftir að sækja leyfi og svona. Að veist að það ekki til neitt sem segir til á Íslandi hvernig að vera með hestvagn. Hvort trygginga, eitthvað leyfi eða eitthvað, svona það að vera að vinna í því hvað ég þarf að gera. Og þá getum við að fara að auglýsta eins og þá náttúrulega freka að maður færi eitthvað meira svona í þessum dúr að gera, sko. Já, ég ætla ekkert að fara að hlaupa á stað núna. Bettina fædd og uppalin í litlu þorpi nálægt Hannover í Þýskalandi en hefur nú búið í Þykkvabænum í bráðum 25 ár og því liggur beint við að spyrja hana hvað það var sem að lokkaði hana til Íslands með svona góðum árangri. Það var bara að komast í sveitina með fullt af dýrum og umgangast dýr, kynnast nýju landi. Vissirðu eitthvað Ísland og íslenska sveit? Nei, ekki neitt. Og hvernig kom þetta til? Hvernig gerðist þetta allt saman? Það frendfólk frá tengdapabba mínum sem býr rétt heima hjá mér úti og þau spurðu hvort ég vissi eitthvað sem vildi komast til Íslands í 1 ár. Og ég var búin með mitt nám og ákvað bara að drífa mig sjálf. Svona. Sko þessi 23, sko. Já. Og ansi sprækur. Hann gefur hinum ekkert eftir. Það á hreinu. Blesið minn, gott að brokka. Nei. Svona, já, fínt. Komstu beint hingað? Já. Ég ennþá á sama bæ sem ég kom hingað. Hvaða ár var þetta sem kom? 91.
Ég ætla að stoppa 1 ár, það ekki búið. Sérðu nokkuð eftir því? Nei. Reynda var mér sagt að þeim vanda hjálp úti, sem sagt ekki inn í húsi, af því inn í húsi bara ekkert mitt. Svo kem ég hingað að átt að vera ráskona og var nú ekki alveg sátt við það, sko. Þannig að þið leist kannski ekki rosa vel á þetta í byrjun. Ég ætla að vera úti og ekki inn í húsinu. Nei, ég náttúrulega bara þjóðveri sem bara heldur sínu streiki, sko. Við erum með 80 rós og svo kindur 300, nokkra geitur, nautgripir, bara svona bland í poka. Þannig að þetta bara dýragarðurinn sem þið dreymt þegar þú varst lítil. Jú, já. Jú, náttúrulega með hænu líka kanínur og degu og fuglar. Svona, má safna þessu á sér einhvern veginn. Er eitthvað sem þið vantar í safnið? Reyndýr. En það fæst víst ekki. Saknarðu Þýskalands aldrei? Nei, ekki svoleiðis. Það náttúrulega vissar hluti sem maður kannski sakna, eins og skógur. Maður tekur það bara þegar maður fer út og bara skokka gegnum skóginn. Þá bara fær maður sín skamda skóg aftur. En hvað sérðu fyrir þér með þetta? Það er náttúrulega alveg fyrirsjáanlegt þá að þú verður ekkert bara ein rúntandi á þeim sveitina. Og mér finnst það alveg gaman, sko. Já. Hvaða möguleika hefur með það? Þann möguleika sem ég sé núna næst, eða svona sem draumurinn er að fá öðruvísi vagn og komast fram á sjó. Og þá ertu að tala Þykkvabæjarfjöruna, er það ekki? Já. Það er rosalega margir sem að segja, hestvagn, gott fyrir útlendinga. Ég segi, útlendingarna, þeir sekja alla hestvagnin. Það er ekkert nýtt fyrir þau þarna úti. Það er allt það til þarna hestvagnar. En fjöruna er fyrir þau og hestvagnin fyrir Íslendingana. Þarna er maður raun og verið með alla hópa, sko. En kemur í ljós hvað maður kemst langt. Heilsustofnun í Hveragerði fagnaði 60 ára afmæli á nýliðnu ári og nú í upphafi árs má glögglega sjá að afmælisbarnið ber 70-aldurinn vel. Staðurinn iðar að lífi þar sem fólk á öllum aldri vinnur markvisst að því að bæta heilsu sína líkamlega og andlega. Það eru 130 manns í húsunni nánast upp á hvern einasta dag allt árið og fólk dvelur í 3 til 6 vikur og það er fólk á öllum aldri með hinn ýmsu vandamál, stór og smá. Það er allir sjálfberga sem kom hingað en við höfum séð líka mikla breytingu síðustu árum varðandi aldurinn. Það er yngra fólk farið að grípa inn í ýmis vandamál sem komu, bæði andleg og líkamleg. Og við með okkar svona þverfaglegu nálgun þá erum við að nálgast þessi mál bara jákvætt með skýr markmið og vinnum einstaklingsmiðað. Hvað er það sem er svona gott við að vera hérna? Það er náttúrulega hvíld fyrst og fremst frá öllu daglegu amstri. Síðan eru hér alls konar æfingar og annað á borðstólum sem er bara dásamlegt. Við erum náttúrulega með stundaskrá í vasanum og förum alveg eftir henni. Auðvitað gerir hver sem hann getur sem er náttúrulega treysta sér ekki í hlutina. En það er hægt að vera hér allan daginn. Við höfum líka verið að mæta þessari þörf hjá fólki að koma hingað í styttri tíma. Þetta gátum við lítið gert áður. Við höfum í nokkur ár verið með svona vikunámskeið og heilsudaga og það er orðið gríðarlega vinsælt. Og við erum aðeins komin í vandræði, það er orðið svolítið langur biðlisti hérna. En þetta er mjög spennandi og skemmtilegt og margt framöndan. Ég heyrði að þessum stað hjá lækninum mínum á árið 2008. Þá þurfti ég að fara í klössun, eins og kallar, þá var ég búinn að brenna út og það var bara þungið að fara hingað. Og ég spurði lækninn svona, heilsahælið í Hveragerði. Og þegar ég kom hingað þá var ég líklega yngstur þá í húsinu. Fannst það mjög skrítið en þetta bjargaði bara lífið mínu, myndi ég segja.
það sem ég fekk hérna og ég kem hingað eins oft ég get. Og þetta bjargar alltaf þessum kvilla sem ég þarf að berjast við. Og allt sem ég fæ hérna miðað á því að ég bara meiki árið, orðað þannig. Thank you, Seattle! Ég hef náttúrulega heyrt þetta bara mjög langan tíma og hélt að hér væri bara gamalt fólk að borða baunir. En síðan sendu örlögin mig hingað. Ég eftir ofbeldissamband sem ég hafði verið í, hafði beitt heimilisofbeldi, að þá ráðlagði vinkona mín mér að koma hingað og ég búin að koma hinn á hverju ári núna í 3 ár og það náttúrulega ég svo sem hægt að hugsa það en það alltaf þetta að elska sjálfan sig sem besta ráðið fyrir svona ofbeldissamböndum að vera þá ekki ofbeldissamböndum við sjálfan sig og hér það bara einfaldlega ekki hægt. Ræður bara kærleikurinn ríkjum og jáið og það sagt já við öllu og ég að pæla stundum hvað segir eiginlega Haraldur yfirlæknir við allt sitt fólk svo þau segja alltaf já við mann. Og ég alltaf bara 10 árum yngri þegar ég kem hingað, þú veist, að geta sett eitthvað svona nýtt inn, sko, sagt bara við frumurnar, heyrðu, nú erum við bara að fara að lifa og anda og hætta að herpast saman og hætta að beita okkur ofbeldi og hætta að vera bara í góðum samskiptum og góðum samböndum og bara læra það. Við erum með heilmikið hérna á kvöldinni, já, það bara á mánudagskvöldum, þá erum við félagsvist, á þriðjudagskvöldum allavega þegar ég hérna, þá bingo, á miðvikudögum nú ekkert svona ákveðið en það eins og í kvöld, hláturjóga, á fimmtudögum alltaf kvöldvaka hjá okkur, mjög gaman og mikið að vera sem við sjáum yfirleitt sjálf. Nú á föstudagskvöldum það fara nú sumir heim þá, þannig að það ekkert fast. Og það rétt að þú stjórnar bingóinu? Heyrðu, ég náttúrulega bingodrottning staðarins þegar ég á svæðinu. Og við höfum bingóið til þess að fjármagna Hollvinafélagið sem hér starfandi og hefur ansi marga félagorðið. Og bingodrottningin blómstrar. Já, ég myndi segja það meðan ég fæ að vera í Hveragerði eða Heilsustofnun. Þetta sem sagt fjölþyrla eða dróni eins og það yfirleitt kallað á slæmri íslensku og þetta smíðaði ég í Fab Lab hérna í Vestmannaeyjum hjá honum Frosta í Fab Lab 303 áfanga á veg skólans. Þegar maður að smíða sína fyrstu þyrlu þá maður ekki að kaupa sér einhverja sérherta karbonfíber spaða sem þú brýtur hvað sem þannig að það langsniðast að kaupa sér einhverja svona verri en vandamálið með þá að þeir eru ekki í fullkomnum balans. Þannig að við keyptum sér haldara fyrir spaðan sem heldur honum svona og þá sjáum við í hvora áttina hann dettur og þyngjum þá með límbandi á léttari spaðan þangað til hann helst í fullkomnum balans. Ég fæ spaða á 100 kall, kannski hvern, og armarnir geta brotnað, þú bara skiptir það og það hræpilegt í staðinn fyrir að kaupa sér rándýran dróna sem að þú eiginlega bara pottið brýtur áður en þú ert komið með reynslu á þetta. Þú getur hugsað í rauninni hvað sem þú vilt og reyna að búa það til. Þú getur forritað, þú getur búið eitthvað til sem þig langar, eins og núna það eru komin að saumavélar, þannig að þú getur saumað eitthvað og búið til búninga það vilt. Þú rauninni býrð bara til hugmynd og reyna að vinna úr henni eins mögulega mikið þú getur. Þú ert oftast bara að læra starffræði og íslensku og eitthvað þannig og færð ekki alltaf sénsinn til þess að læra að 3D-prenta og hanna eitthvað í tölvu og skemmta þér við því að búa til hluti sem þú getur vanlega ekki gert. Fab Lab eru stafrænar smiðjur þar sem hugmyndir verða að veruleika með notkun stafrænna framleiðslutækja og ýmsum búnaði. Í Fab Lab geta einstaklingar hannað og framleitt næstum hvað sem Á Íslandi var 7. smiðjan opnuð á síðasta ári. Unnið að opnum Fab Lab smiðju á Akureyri en fyrir eru smiðjur í Breiðholti, á Ísafirði, á Sauðárkróki, á Norðfirði, á Höfn í Hornafirði og í Vestmannaeyjum þar sem þetta stafræna ævintýri hófst. Fab Lab smiðjan í Eyjum svo veglegast á landinu.
Hún var nýlega opnuð á nýjum stað í húsakynnum framhaldsskólans í Vestmannaeyjum. Það leyti sem að Nýsköpunarmiðstöð Íslands var stofnuð 2007, þá kom Frosti Gíslason að mála við mig og kynnti fyrir mig þetta hugtak Fab Lab sem var tengt á við MIT í Boston og það tók mig ekki langan tíma að segja já við þessu og hefja þessa vegferð. Ég er virkilega ánægður hvað koma margir hérna á opnunina hjá okkur í Fab Lab-smiðjunni. Hingað kom alveg ótrúlega fjöldi af fólki, frábæru fólki sem hefur verið að nota smiðjuna og verið að marka stefnuna raunverulega í atvinnulífi Vestmannaeyja. Og allir eru sammála raunverulega að Fab Lab hefur gríðarlega góð áhrif. Það hafa verið gerðar rannsóknir á þeir sem hafa farið í gegnum nám hérna í Fab Lab-smiðjunni. Það eru líklegri til þess að verða raunverulega frumkvöðla framtíðarinnar. Þetta samstarf við framhaldsskóla sem við kynntumst fyrst á Norðurlandi vestra á Sauðárkróki og svo aftur í Breiðholti með fjölbrautaskólanum þar. Það hefur reynst vera mjög giftudrjúgt og ég vil halda áfram á þeirri braut og það verður meira og meira í þá áttina sem að Fab Lab fer, enda hef ég heyrt hér í dag í mörgum nemendum þar sem þetta hefur skipt sköpum fyrir nám viðkomandi og reynslu. Hello Iceland and hello Vestmannaeyjar. The Fab Lab is a global network of people who want to cooperate and share knowledge. Mér finnst Fab Lab námið persónulega finnst mér að vera mikilvægasta námið í skólanum. Því að þetta er eitthvað svona sem að virkilega nýtist á atvinnumarkaðnum eins og að forrita og nú í dag er allt gert í tölvum. Þetta er í raun og veru vettvangur sem hún fer með upplýsingatæknina út í framleiðsluna, í notkunnina og það er ekki bara teórían, fræðin heldur svo mikil praktík, svo mikil reynsla á þau fræði sem þú hefur verið að læra. Ég sérstaklega ánægður með aðkomu bandarískra sendiráðsins, þannig er að þeir komu í heimsókn til okkar í Fab Lab-smiðjunni í Vestmannaeyjum og kölluðu okkur á fund síðar til sín í sendiráðið og spurðu, hvernig getum við aðstofað við ykkar verkefni og niðurstaðan var svo að þeir ákváðu að styðja 12 kennara og leiðbeinendur til þess að stunda nám í Fab-akademíu til þess að stuðla í auknum mæli að útbreiðslu á þessari stafrænu framleiðslutækni, námi í framleiðslutækni, þannig að við getum komið út í skólakerfið og haft víðtæk áhrif all land. Það myndi vera best, eða myndi vera svona í flestum skólum, en þannig geta ekki allir hafið svona. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera hérna? Ég myndi segja að það sé bara, hreinlega að vera hérna. Þú ert að skemmta þér að hanna, það er skemmtilegt fólk hérna. Að geta verið hérna og gera eitthvað sem þú getur vanlega ekki gert. Blómaber í háum skóm. Traðká blóm í bláum skóm. Ég ætlaði að vera bóndi og leikari saman. En hvað kom ég með fyrir það? Ég kynntist í aðeins að vera í sveit. Ég held ég hefði bara áttam á því að ég var ekki nógu svona fjölhæfur, fjölgreindur til að geta verið bóndi. Þeir þurfa að vera vísindamenn, náttúrufræðingar, dýravinir, reikningskallar og þeir þurfa bara að geta eiginlega allt, sko. Ég vildi ekki vera svona allstaðar. Ég held það. Og þá snerirðu þér að tónlistinni, þetta hljómar nú ekki vel. Nei, og svo held ég bara líka að nýta hæfileika sína. Ég held ég á fljótlega fundið að ég væri flinkur í að vinna með fólki og hafa samskipti við fólk. Þannig að það átti nú vel við mig að fara í kennara. Þetta fyndi mig að hvað ég var svona bráðþroska krakki og snemma gamaldags og fullorðinn einhvern veginn. Að í tónlistinni þá er ég mjög seinþroska. Ég er að uppgötva og læra hluti núna sem að ýmsir vinir mínir voru kannski að gera fyrir tvítút. Að uppgötva eða pæla eða varandi músík. Við erum mætt í kvöldkaffi til hjónanna Grétu Gísladóttur myndlistarkonu og Karls Hallgrímssonar tónlistarmanns sem að sendi nýverið frá sér plötu sem vakið yfir verðskuldað athygli. Greta var ekki há í loftinu þegar hún var farin að gleyma sér með teikniblokkina heima á Selfossi og Karl var aðeins 14 ára þegar hann fór að spila opinberlega í sínum heimabæ Bolungarvík. Þá bara vill það til að bjórinn er leður og það er náttúrulega stofnaður pub í öllum þorpum á Íslandi og líka í Bolungarvík og það var að reyna að búa til einhverja stemningu, einhverja kráarmenningu. Hinir sem að spiluðu gítar, fólki sem hafði verið með gítar í partíum, það fór ekki að spila á barnum. Allavega ekki nema þá kannski einu sinni tvisvar eða eitthvað svoleiðis. Ég var bara ungur og vitlaus og alveg til í þetta. Þó þetta sé alveg fárulega erfitt að gera þetta er rosalega erfitt að umgangast drukkið fólk, að halda upp í stemningu, gera öllum til hæfis og að vanda flutninginn. Og vera raun og veru komið langt fram úr sjálfu sér, skilur að vera að spila og syngja án þess að hafa getuna til þess. En
svo ég náttúrulega að spila mína tónlist núna. Það nú orðið svolítið breyting þar, sko. Hvenær tókstu upp á því að svona fara að einbeita þér að henni? Það einmilega svolítið stutt síðan. Ég hef verið svona 36 ára eitthvað. Ég sko hafði vísu sami tónlist þegar ég var yngri, en það var alltaf í svona, hún var alltaf svona eitthvað grín, eins og maður þorði ekki að opna hjarta sitt, sko. En þetta var svona eiginlega meðvituð ákvörðun að prófa bara, að opna bara allt. Bara, þetta á ekkert að vera fyndið, þetta á ekkert að vera sniðugt. Ég ætla bara að vera einlægur og gera bara fallega músík, leyfa klísjónum að koma og bara leyfa hugmyndinni að koma sem kemur og sjá hvað verður úr henni og gera svo texta við það sem ég held að ég ætti rosalega auðvelt með. Ég held að það er ekkert mál að gera texta. Ég held að ég hafa gert bara rosalega mikla kröfur tími. Þannig að þegar ég var búinn að hripa eitthvað að blaða bara, nei, þetta er lélegt og endurskrifa, aftur og aftur og aftur. Veður tómlæti, veður vandlæti, örmunum axlir ofur þétt, flestir þungt ætti að vera létt. Gremjan í glösum er. Bróðir minn, hann skilur ekki á hverju ég sé að gera geisladiska af því að hann veit að ég fæ enga peninga fyrir það. Ég hef allt í einu fengið þennan metnaða fyrir að gera þessa tónlist og hún er ekkert fullbúin þegar hún er í skúffunni. Man langar bara að ljúka listaverkin. Þegar ég gerði fyrri hlutuna mína, þá var það bara vinur minn sem var að hvetja mig til þess að fara út í þetta, sem hafði sjálfur verið í tónlist og gefið út margar plötur. Ég var eitthvað svona efins hvort ég ætti að fara að setja alla þessa fjármuni í þetta. Þá sagði hann, horfðu bara á þetta eins og sér golfari. Þetta er hobbyið þitt. Farðu bara alla leið. Þeir fara til Flórida annarkvort ára eða hvað það er, skilur þú. Prófaðu bara að gera þetta svoleiðis. Og það var svolítið það sem sparkaði í mig, svona, auðvitað. Ég glóbraði út um mér, ég held ég verið 35 ára. Ég kallaði, mér langaði svo eignast trommusett. Og það hefði verið draumur lengi. Mér langaði ekki að vera fjallkona þegar ég var stelpa, heldur langaði mig að fá að spila á trommur og 17. júní. Ég hef fengið að gera það hérna í Hreppnum með öðrum. Það var úr að Kalli keypti trommusett. Ég syng ekki opinberlega en ég fæ miklu útrás trommusettinu. En þú sér að þið hefur dreymt að spila á trommur á 17. júní. Hvað með myndlistardrauminn? Hvenær kviknaði það? Ég held ég hafi verið teiknandi og litandi bara frá því mann eftir mér. En þú ert lærður leikskólakennari. Treystur því ekki alveg að þú yrðir heimsfrægur listamaður? Ég veit það nú ekki. En ég hef alveg getað nýtt þessa menntun með leikskólakennarunum. Gaman að vinna með börnum og myndlist og já, kannski skorti mann kjark að vera yngri að segja bara ég ætla að vera listamaður og fara þá leið. En ég maður veit það að þú fyrir myndlistarnám og þá fer ekkert að mála í mánuð og svo kemur bara launaseðillinn í lúguna. Maður þarf að skapa sér tækifæri sjálfur og svoleiðis. Og þú ert nú svolítið að því, þú ætlar að koma, kannski ekki myndlistinni þinn á kortið, heldur á kortið. Já, ég er að fara að framlega kort núna. Ég kalla þetta svona indisvinkonur. Það getur verið saumaklúburinn eða æskuvinkonuna. Það er svona pínuhúmor en ægilega rómatískt og já, þetta á bara fallegt. Mér finnst gott að geta verið einlæg í því sem ég er að gera. Blóm í bláum skóm, blómaber í háum skóm, traðk á blóm í bláum skóm, blómaber í háum skóm. Traðk á blóm í bláum skóm. Að sunnan er í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600.
gæðavottaðir steinrimlar, bása milligerðir fyrir kýr, kvíur og kálfa, skágrindur, milligerðindur og festingar. Landstólpi.is